Hjólastíður á Svalbarðseyri og Þelamörk líka, það átti að norða býsna gott, sko. En nú náttúrulega, sko, þessa helgi þá var, sko, Víkurskarðið ófært í fyrsta sinn í vetur og fyrir því að koma úr Fnjóskadalnum, hefur vantað göngin eða eitthvað? Já, ég ákvað að fara ekki á stað fyrir svona upp á 9, því að þá vissi ég að var einhverju búnir að keyra og svona, en það var alveg fólk búið að fara utan í vegriðið og mest túristar og ég var bara með vetrardekkinu í skottinu sjálfur. Ef maður fer nú hægt þá gengur þetta alveg, svona þegar það ekki snjór. En þegar göngin koma nú, sko, mikil umræða verið verðlagninguna, sko, hvort þetta verði 2000 kall eða 1000 kall, 500 kall, hvar eru, sko, sársaukamörkin fyrir þá sem fara í vinnu á milli? Ég held að fólki út í dal, það er orðið svo spennt að fá þetta, að það er allir bara eitthvað, já, ég er alveg til að borga 2000 skall þó ég komist yfir. Þetta var rosa skrítið, svona PR-lega að setja þetta fram svona, því að svona kemur ljós bara eftir á að þeir sem kaupa áskrift geta fengið á 600 kall eða 400 kall eða eitthvað þannig. Þannig að það munar nú það hvort það er 206 eða 600 kall. Já, þetta er náttúrulega áhugavert, þetta er sama vikan síðan eins og hægt að rukka í, sko, Hvalfjarðargöngin og umræðan hvort að þeir að, sko, rukka í Hvalfjarðargöngin til að fjármagna aðrar framkvæmdir og þetta allt saman, sko. Þetta er svolítið merkilegt að við erum búin að hafa núna 20 ár af gjaldtöku í Hvalfjarðargöngunum og þegar menn voru að búa til verðskrána þar þá renndu þeir algjörlega blint í sjóinn. Það var eiginlega engin reynsla á Íslandi hvað greiðsluviljinn var, hvað fólk var tilbúið að gera. En reynsla var mjög góð og núna fáum við, sko, tilraun nummer 2. Já, einmitt. Og þegar ég heyrði þennan 2000 kall, þá var ég nú hrökkinn svolítið við, en eins og þú nefndir, svo kemur, sko, að þetta verði nú miklir afslættir og svona og maður á eftir að sjá endanlegu verðskrána. En mann hefði ekki þótt neitt óeðlilegt ef þeir hefðu haldið áfram að rukka í Hvalfjarðargöng, sko. Af því að það er nú stutt í að það þurfi að laga þau enn frekar til að anna umferð. Já. Og það auðvitað fór þetta verð niður í eitthvað smátteri og þú varst með eina líkkil og svoleiðis, þannig að það má ekki ráð fyrir að verða sama þarna, þannig að þetta er ekkert svo galið, sko. Nei, það er áhugavert svona, hvar eru svona sársaukamörkin í þessu? Já. Og nú náttúrulega önnur göng sem eru að fara að opna sem eru, sko, Dýrafjarðargöngin sem að tengja saman, sko, norðanverða og sunnanverða Vestfirðina og mann er að vona að kannski, sko, hjálpi til þessari, sko, endurreisn á Vestfjörðum sem hefur náttúrulega verið, sko, alveg ótrúlega mikil á síðustu árum. Fólksfjölgun, meiri fjölgun á norðanverðum Vestfjörðum heldur en á höfuðborgarsvæðinu og svona alls konar hlutir að gerast. Þannig að það er spurning að þetta einhver árja vegurinn síðan komið hinn með göngin að það er samt verið að vinna í því að gera Vestfjörðina að einu svæði, einu íbúðasvæði. Það mun náttúrulega rosalegu fyrir Vestfirði ef þessi leið væri komin almennilega, getur maður sagt. Gegnum Vestfjarðargöngin sem komið fyrir í löngu, gegnum Dýrafjarðargöngin, eða væri síðan, sko, og er náttúrulega nauðsynlegt að gera þá strax almennilega veg yfir Dynjandisheiði. Og síðan þessa styttingu í Þorskafirðinum og þar. Og þá er búið að stytta leiðina til Reykjavíkur alveg helling fyrir Ísafjarðarsvæðið og tengja sunnanverða og norðanverða Vestfirði saman. Sem er náttúrulega alveg löngu tímabært að tengja það saman. Ég hef sagt að ég var bara held ég 30 ég fattaði hvað þetta voru aðskilin svæði. Já, ég einmitt. Og þá var ég nú ekki svona algjörlega einangraður einhvers staðar og hafði ekki áhuga á neinu út á landi. En ég verð að viðurkenna að ég var pínuð þarna á sama stað, sko, að átta mig ekki á þessari ofboðslegu erfiðu samgöngum og tengslum milli sunnan og norðanverða. Ég var svolítið í kennsluráðgjöf á norðanverðum Vestfjörðum og svo kom beiðni að koma á sunnanverða Vestfirði, á Patreksfjörðu og eitthvað. Og ég sem já, ekkert mál, ég meina, ég fer vestur hvort sem er. Svo bara, já, nei, það virkar ekki. Ég er ekki að skjótast neitt þarna suður, sko. En svo voru þeir nú að tala um núna að það væri áhugi á því á Vestfjörðum að reyna að koma upp einum mjög öflugum flugvelli sem þjónustar alla Vestfjörðina. Ef að það er hægt, sem að er þó kannski ekki alveg eins oft ófær og Ísafjarðarvöllur. Það er enda stórkostlegt að fljúga þangað, en það er nú þannig að það er dálítið þröngt og snúið svona stundum. Maður veltir fyrir sér, sko, þessi uppgangur sem er á Vestfjörðum, að síðan einhvern veginn er eins og samhengi að það er eins og að, sko, náttúruverndarumræða á Íslandi síðan að meira og minna snúist uppbyggingu á Vestfjörðum eða ekki, sko. Það er verið að deila sko, vegum, Teigsskóg eða ekki, það er verið að deila sko, Hvalárvirkjun eða ekki. Núna í morgun eða gær voru sko, fréttir að það verið hugsanlega sko, vindmyllugarður koma á Vestfjörðum.
Nú svo þetta þessi sko úrskurður með fiskeldið sem kemur núna eftir sko miklar deilur sko á að leyfa fiskeldi í fjörðunum eða ekki sko. Þannig að þetta svona, það ótrúlega mikil einhvern veginn átök í umræðinni akkurat uppbyggingu á Vestfjörðum. Og þetta gott að umræðan sé mikil sko, en það er spurning bara hvert hún leiðir. Það var áhugavert þetta með vindmyllurnar sko. Já, ég er svolítið skotin í því, eins og það var verið að taka viðtal við landeigendann. Hann er að tala um það, þetta er kannski ekki fallegt, en þetta er eitthvað sem hefur líftími upp á 25 ár. Já. Og það er töluvert annað að setja vindmyllugarð sem lífur í 25 ár eða gera stíflu sem breytir landslæginu bara til framtíðar. Já. Svo vildi hann nú meina að það sæjust ekki merki eftir þessi 25 ár, maður veit það ekki, og vildi líka meina að þetta væri ekki í alfara leið, þannig að þetta sæjist nú lítið sko, en þú veist það eru auðvitað alltaf alls konar sjónarhorn á þessu. Mér finnast vindmyllur svolítið fallegar. Ég var að keyra í Svíþjóð sumar og þegar maður sér þetta, maður svona, það er að búa til umhverfis svona orku, mér er vel að sjá þetta. Þið þurfum að byggja það svona eins og miðalda vindmyllur. Já, trésbröður er reyndar ótrúlega fínt líka. En maður oft velti fyrir sig ef maður keyrir Danmörk og sér vindmyllugarðana þarna alveg, þá hef ég oft hugsað í gegnum árin byrju, akkur er ekki vindmyllur í Íslandi í öllu þessu roki? Maður heyrir fólk svo tala um þetta er ljótt og þetta er sjónmengun, en svona, ég veit það ekki, það er ekki til landslæginu sem hefur haldist óbreytt lengur en kannski 50-60 ár, þannig að þó komið vindmyllur einhvern smá tíma, það ekki. Þessi raforkuframleiðsla, hún er ekki samkeppnishæf í okkar orkukerfi eða þá. Sko, hún er framleitt kílówattstund er dýrari í vindorku heldur en vatnsorku og jarðhita. En sko, bilið er alltaf að minnka og svo er það sem menn sjá sko, ef að það kemur sæstrengur til Evrópu, þá er nú svona öruggara fyrir mig að reyna að tryggja mér sko einhver svæði. Og ég hef svona litla trú að þetta gangi nema að sé hægt að selja til útlanda. En í öllu falli sko, ef þú ætlar að hafa þetta bara innan kerfisins á Íslandi, þá er að minnst að hafa vatnsorku verið með mikla miðlunargetu á móti til að framleiða þegar logn. En hins vegar er búið að skoða heilmikið svona vindafærað hérna á Íslandi og það er miklu betra heldur en að meðaltalið til dæmis í Danmörku eða annars staðar og vindmyllur myndu framleiða sko stærri hluta af tímanum hér heldur en þar. Þetta er náttúrulega svolítið erfitt sko, ég meina þeir segja þessi vindmyllugarður, hann ætti að vera á stærð við sko 2 Hvalárvirkjanir, orkan sem hann framleiddi sko, en auðvitað er þetta ekki það er svo sem ekkert alveg umhverfisvænt, ég meina það þú veist, ekki bara sjónmengun og hávaði, þetta er líka óbúðslega vont fyrir fugla. Og allt þetta sko, drepur fugla og það kannski kemur líka inn í þetta sem hefur svo mikið verið í umræðinu fyrir vestan, þegar menn segja sko, já náttúran á alltaf að njóta vafans. Og það fyrst er pínu erfitt að vera ósammála því. Og svo hugsa maður sko, já en ef að það væri rétt, þá myndi við aldrei flytja olíu eitt eða neitt. Hvorki á sjó eða landi, það er alltaf láta náttúrunum út af vafans. Við myndum náttúrulega aldrei leggja vegi, það er svo margt, allt sem við gerum þetta hefur einhver áhrif á náttúruna. Mættum við vera til? Ef það er náttúrulega alltaf að njóta vafans, þá mættum við bara helst ekki vera til. Ekki nema sem bara svona eitthvað dýrategund sem gerir ekkert annað heldur en að veiða á eitthvað svona sko. En kannski þarna bara vinnur þá gegn Vestfjörðum hvað náttúran þar er stórkostleg sko. Að menn segja sko, já víða á landinu kannski farið þið betra heldur en leggja veg hér eða þar sko. En fyrir vestan sko og einhver svona hugmyndum sko stundum fær maður á tilfinningun að menn sjá fyrir sér svona þjóðgarðinn og Hornströndum teygja sig yfir allan kjálkann sko. Og fólksfjölgunin og uppbyggingi sem þar, hún kannski þetta hafa áhrif á náttúruna. Og það er einhvern veginn bara að Það fer náttúrulega eftir atvinnuvegunum sko, en maður getur spurt sig eins og þessi atvinnugarinn sem hefur verið að vaxa mest síðustu ár, síðustu 10 ár, ferðaþjónustan. Ef við værum með svona hörða þess að látum náttúruna njóta vafans, þá værum við að loka náttúrulega mjög stórum hluta af þessum túristastöðum sem eru með miklum ásgangi á. Man sé bara eins og núna fyrir austan hérna við Goðafoss. Þetta var orðið virkilega svona svæðið að leita ekkert vel út. En nú er búin að vera framkvæmdið þar held ég í 3 sumur, bara að vera að byggja upp göngustíga og svona. Man sér að það fer miklu betur með allt svæðið, að það sé bara ákveðni göngustígar og það eru útsýnispallar og svona.
svæði lítur náttúrulega svolítið öðruvísi út. Það svolítið skrítið að koma að það er komið nýr útsýnispall með grindverki og svona. Þetta svaka breyting. Þetta öðruvísi sem maður vanur. En maður sér þetta fer miklu betur með svæðið í heild sinni. Fólk á göngustígunum frekar heldur en að vaða út í hraunið eða mossan og svona. En svo getur maður líka spurt sig, hversu miklu máli skiptir bara hreinlega mannfjöldin? Það hvað eru til dæmis fáir á sunnanverðu Vestfjörðum sem gera það verkum að það hægt að fella svona úrskurð eins og var gert núna sem setur fiskeldið í uppnám. Og hvað sem satt í því að þá kringu 10% af mannfjöldanum á sunnanverðu Vestfjörðum vinnur beint og óbeint í tengslum við fiskeldi núna. Þannig að þetta eins og að það væri felldur úrskurður sem setti störf 35.000 manna í uppnám á höfuðborgarsvæðinu. Menn myndi aldrei gera það. Menn myndi aldrei segja að við þurfum að skoða umhverfisáhrifin á túrismannum. Það verða engir túristar hér, þannig að við erum búin að skoða málið betur. Á lokum hérna Gullfossi og Geysi og Bláa lóninu og það verður ekkert hérna fyrir að búið að gera nýja skýrslu. En þegar það er 1200 manns á svæðinu eitthvað svona, að þá er það miklu auðveldara að taka svona drastískar ákvarðanir til þess að láta náttúruna njóta vafans heldur en menn myndi ekki gera í meira þéttbýli. Það líka svolítið skrítið hvaðan þessi ákvörðun kemur, af því að hún kemur ekki frá umhverfisráðuneyti eða einhverju slíku. Nei, einmitt. Þetta eins og þetta stjórnsýslan sem tekur þessi ákvörðun. En ég samt, í sumar þá bjó ég við hliðina á fiskeldi út í Noregi og þar var svona lagt við okkur, þið megi ekki fara á syndaði sjónum og þið megi ekki veiða á bryggjunni af því að þetta búið að vera þarna fiskeldi einhver 10-15 ár og bara botninn það dauður og ógeðslegur, að maður á ekki að vera þar. Þannig að ég svolítið spenntur fyrir þessum áformum sem búin að vera í fréttum í vetur þessi lokuðu fiskeldi sem verið að skoða Eyjafirði. Þessi svona lokaðir pokar og þetta nýta úrganginn í var það búið til lífgas eða eitthvað svoleiðis. Það dæla honum á land svo getur gert það við að maður sér að það eru til umhverfisvænni lausnir þar sem að náttúran fær að njóta vafans kannski. Þannig að þegar að vera að tala um að fara að byggja upp 17 tonna fiskeldi eftir gömlu aðferðinni þá ég hef þetta saman með fólkinu en ég líka svona hugsa að væri kannski ekkert verra að hugsa þetta eins upp á nýtt og nýta þessar nýju leiðir. Þetta er alltaf svona erfitt að finna hana milliveg á milli þess einmitt umhverfissjónarmiðanna annars vegar og uppbyggingar á svæðum hins vegar og atvinnu skapandi verkefni og svo framvegis. Það þarf að vanda sjálfur rosalega til þess að ná að gera svona hluti þannig að náttúran njóti vafans en að samaskapi hlutirnir hrynni ekki á staðnum af því það ekki atvinna að hafa og svo framvegis. Og ég held sem sömuleyti svona eins og þetta var hægt að breyta þessi eldi í sjó þannig að þessi umhverfisvænna að það væri náttúrulega svona millivegur sem að myndi skipta miklu máli því að auðvitað er uppbyggingin á Vestfjörðum í fiskeldinu vegna þess að þetta er fjarðaeldi og þá engin meira fjörðum heldur Vestfjörðir Þannig ef maður ætlar að færa þetta upp á land að þá náttúrulega verður ekki fiskeldið á Vestfjörðum. Það verður bara einhvers staðar nálægt flugvöllum í Keflavík eða einhvers staðar. Já, ég bara spyr mig hvort að við séum eitthvað samkeppnishæf Íslendingar ef að fiskeldi fæst upp á land. Verður það ekki bara einhvers staðar í Afríku eða eitthvað Við erum líklega með hæsta launakostnað bara í heimi hérna. Akkur ætti að vera með eldi upp á landi á Íslandi frekar en annars staðar. En hérna En svo náttúrulega má segja með Vesturland, það svo mikið bara þetta. Það líka þessi vandi sem þeir hafa verið í að þetta eru mörg, lítil, dreifð byggðarlög og það þýðir það að sveitarfélögin eru veik. Og menn hafa talað sameiningar sveitarfélaga, það nú gengið sums staðar betur en annars staðar. Og nú var að koma í vikunni tillaga, var ráðherra að kynna þá stefnu. Að nú ætti enn einu sinni að reyna að stækka sveitarfélögin, saman í sveitarfélög, gefa henni kost að við gera það sjálf, en svo eftir ákveðin tíma það gert með lögum. Þannig að það er spurning hvað þýðir það fyrir svæðið þar sem samgöngur erfiðar og byggðinni dreifð. Já, og hvað þýðir það bara í dálítið stóru samhengi, við erum að tala að náttúran njóti vafans með ýmsa þætti. Ég myndi vilja jafnsterka umræðum að börn njóti vafans við ótrúlega marga þætti, börn og ungmenni. Og ég sakna meiri umræðu það hvernig getum við haft samfélagið okkar þannig að sé sem best fyrir börn og ungmenni. Og að því að kemur á sameiningu sveitarfélaga þá það er alltaf þannig að þegar maður öðlast nýja reynslu eða prófa á nýjum stöðum að þá breytast undir skoðanum hans. Og ef við horfum bara á kosti þess að sameina sveitarfélög sem eru margir auðvitað og í rekstrarlegu sjónarmiði að sjálfsögðu töluverðir að þá upplifi ég núna sem skólastjóri í litlum skóla
eini skólinn í því sveitarfélagi, að ég allt í einu svona komin á miklu meiri bremsu með að það sé endilega skynsamlegt að sameina sveitarfélög, af því þá sé ég svo ofboðslega kosti gagnvart börnunum í að vera með þennan eina skóla í sveitarfélaginu. Þjónustan verður að mörgu leyti fjölbreyttari, tel ég, ef ég hef samanburð við til dæmis Akureyri. En svo eru þetta þessi gallar líka að félagslega ekki bara jákvætt að vera í mjög litlum skóla. Það getur auðvitað reynst erfitt og þó það geti auðvitað komið upp alls staðar að það erfitt félagslega. En þá auðvitað úr minnu að velja, sko. Já, það eru færri vinum að velja, sko. Já, það auðvitað svolítið. En svo gerir aftur samkennsla árganga strax eitthvað í jákvæða átt, þannig að það séu fleiri nemendur saman, þó þessi mismunandi árgangum. En þetta ekki bara, þetta svona lítill bátur, menn ef að allt gengur vel og hópurinn samheldinn, það frábært, en ef þú lendir í einelti í litlum skóla, þá getur þú hvergi falið þig. Þú ertu bara alltaf í hópnum, sko. Já. En það svo sem í aðeins stærri skóla líka, sko. Ég held að það sé nú kannski ekki úrslitaáhrif, en það kannski þetta úrval af félögum, sko. Sem og þú þekkir það aðeins líka. Við sjáum það náttúrulega, strákurinn okkar, hann einn í árgangi út í sveitaskóla og honum finnst það ekkert voðalega gaman, sko. Hann sækir samt mikið í krakkana sem eru þá einu ári eldri. En við sjáum líka eins og göngin austur núna. Það eru 3 barnafjölskyldur búin að flytja í Ljósavatnsskarð og Frónskadal bara í sumar og haust. Þannig að það að sé að fara að koma göng, það að flytja fólk yfir skarðið. Og það var að tala við fólk sem fluttaði ánga 2013 af því að þá héldu þau göngin væri að fara að opna. Þannig að það ég held svona að þegar að samgöngurnar batna, þá fer fólk að setja svolítið, það fer að ráða, fólk setur í fyrsta sæti vilja búa í sveit eða bæ, það skiptir ekki máli í rauninni, þú getur búið þar sem þú vilt búa. Svo bara sækir vinnu þannig sem þú þarft að sækja vinnu. Þannig að það er mikið spenna í okkur hérna við austan. Já, eðlilega. En varðandi þessa sameiningar sveitarfélaga þá held ég þetta sé skynsamlegt skref að bara gefa einhver tíma. Ok, þegar komið hérna árið 2025 eða hvað, þá ætlum við að hafa það þannig að lágmarksstærð á sveitarfélögum sé þetta, nema einhverjar sérstakar ástæður krefjist þess að gera ekki. Og þá ekkert lengur hægt fyrir minni sveitarfélög að humma þetta bara alltaf fram að sér. Því að ég held að fyrir landsbyggðirnar sé mjög mikilvægt að sveitarstjórnarstigið sé sterkara heldur en það er. Og ef að sveitarstjórnarstigið mjög mismunandi með mjög sterkum sveitarfélögum og mjög veikum, þá náttúrulega tilhneigingin að ríkið taki frekar verkefnin og miðstýringin verði meiri. Þannig að ég held að þessi skynsamlegt að gera þetta. Ég vona að við fáum stærri einingar sem getur tekið þessi meiri verkefni og sveitarfélögin fá þá stærri hluta skatteknanna og ríkið aðeins minni. Því að þessi sambúð hefur líka ekkert gengið rosalega vel og það var svolítið umræða það í sumar ef ég maður rétt. Það sem Gísli, fyrrverandi bæjarstjóri á Ísafirði, var að tala þetta. Og það hefur verið talað þetta töluvert hérna á Akureyri líka. Að sumir sveitarstjórnarmönnum finnst vera í stjórnkerfinu bara innbyggð svolítil fyrirlitning á þessu stjórnvaldsstigi, stjórnsýslustigi. Og Gísli sagði, já þegar við förum og hittum fólkið í stjórnkerfinu, þá mætu við almennu skilningsleysi og valdhroka, sagði hann. Og ég heyri í mörgum hérna á Akureyri að þeir upplifa það sama. Þeir upplifa að þetta ekki hjá stjórnmálamönnum, ekki hjá þingmönnum, þeir hafa mjög margir verið sveitarstjórnarmenn. En hjá embættismönnunum mörgum, þá þetta svolítið erfitt. En þetta ekki bæði, kannski fyrirlitning gagnvart stiginu, þetta líka það að grenndarstjórnsýslan, hún ekki mjög sterk. Hún miðsterk, sko. Þannig að með sameiningu sveitarfélaga þá ferðu náttúrulega sterkari stjórnsýslu sem kannski á meiri jafnréttisgrundvelli gagnvart stjórnsýslunni fyrir sunnan. En þú færð líka öðruvísi störf, þú getur flutt verkefni inn í heimabyggð og þá tekjustofnana með það, því ekkert að virðist vera að gera samninga við ríkið og millifærslur, því það fer allt í vitleysu, sko. En að sveitarfélögin fái bara meira af skatttekjunum beint til sín og stjórnsýslan sé meira á staðnum.
En þá þurfum við líka að leysa þennan vanda sem maður hefur séð víða, eins og til dæmis með skólana. Þegar stór sveitarfélag saman, lítill sveitarhreppur sameinar stóru sveitarfélagi, að það fyrsta sem gerist oft það að skólanum í litla byggðarlaginu lokað. Vegna þess að allt í einu fara menn að gera svona svo Reykvíkingar eru gagnrýndir fyrir. Að þeir horfa fyrst á sig og segja, já, við þurfum bara að styrkja skólan hér í bænum og það bara verður að loka skólanum í litla byggðarlaginu. Getum við einhvern veginn leyst úr þessu? Ef við ætlum að búa til stór sveitarfélög, sko, hvaða rétt eiga litlu sveitarfélögin sem hafa ekki, sem að ráða í einhver lýðræðislegum kosningum, hafa verið einhvern slagkraft. Ef að, sko, eins og við tölum skólan í Þelamörk, ef að sko, það væri orðið hluti af skólakerfi Akureyrar, hvernig myndum við tryggja rétt þeirra sem búa í sveitinni til þess að hafa áfram skóla? Akkurat. Og þetta hefur ekkert verið rætt. Hvernig ætlum við að gera þetta? Þetta hefur nú verið helsta hindrun fyrir sameiningu sveitarfélaga, held ég. Já, örugglega. Og þarna kemur bara aftur þetta með, sko, hver á að njóta vafans, þið vitið. Og hvernig búum við börnum og ungmennum sem bestar aðstæður. Og það hefur klárlega áhrifinn í alla svona umræðu. En þetta náttúrulega rosalega snúið. Það alveg ofboðslega margir pínulitlir skólar á landinu. Alveg svakalega. Og síðustu árin hef ég verið að ferðast landið í ótrúlegustu skóla, alveg frá 4 barna skólum og upp í 1000. Og það kom eins og töluvert óvart, það voru margir mjög litlir, en einmitt kannski á svæði þar sem samgöngur eru ofsalega erfiðar. Þannig að það varð hreinlega að vera til staðar skóli. Og í þessum 4 barna skóla þá hefði nýlega flutt í burtu 2 barnmarga fjölskyldur, hann var alveg 15 barna skóli sem var nú töluvert. En þetta auðvitað alltaf rosalega snúið og alveg sérstaklega viðkvæmt mál þegar á að leggja niður skóla og sameina skóla. Gríðarlega viðkvæmt mál. Ég sagði náttúrulega síðan bara eins og fyrir austan í okkur þar sem voru, ég held að vera 4 grunnskólar. Þeir eru 2 núna. Fólk ennþá reitt. Akkurat, sko. Það er svolítið erfitt svona. En Þingeyjarsveit einmitt gott dæmi þetta, sko. Það er ekki þar að stórt sveitafélag hafi verið að sameinast litlu og svo hafi verið að lagt litli í skólinn verið lagður niður, heldur eru Þingeyjarsveit sveitafélag með mörgum litlum skólum. Og það bara sjá síðan allir sem skoða það ofan í kjölinn að þetta gengur bara ekki rekstrarlega. Þetta of mikill kostnaður fyrir sveitafélag að vera með náttúrulega mjög marga skóla. Við getum bara ímyndað okkur ef við hérna á Akureyri værum með bara skóla sem væru 20-30 nemendur í hverjum skóla. Þannig að auðvitað endaði með því að þeir, eða sem sagt samfélagið fækkaði skólunum og já, það kann að vera einhverjir sé eða það reiðir, en mér skilst að sumir hafi nú reyndar svona hægt að vera reiðir líka. Já, það hefur verið þetta líka. Ég held að það veri allt í lagi lending svona. Þeir séu þarna sitt hver með í Fljótsheiðina, Hafralækjar og svo Stóri-Tjarnarskóli. Svo eru náttúrulega einhverjir sem vilja ganga bara það langt að það veri bara 1 skóli í sveitarfélaginu. Og svo umuleyti þá þætti mér það ekki slæmt, sko. En þú er ekki að segja þetta við hvert sem er, sko. Nei, og svo eru þarna náttúrulega þessi sjónarmið með hversu langan akstur þetta bjóða börnum upp á í skóla og svo framvegis. Það ákveðin viðmið þar. Að menn séu ekki lengur en held í 50 mínútur í bíl, sko. Hvora leið. En það náttúrulega mjög mörg dæmi þá á landinu að börn sitja í skólabíl í 40-50 mínútur, sko. Lengst að koma Svartárkoti í Bárðardal í Stóri-Tjarnir. Ég held að það sé einhverju 50 kílómetrar sem þeir að fara á vondum vegi. Akkurat. Það var ég vil segja 3 ára síðan, það var sjúkrabíll sem þurfti að fara inn í Bárðardal og sprakk 2 á honum á sömu leiðinni inn eftir þetta er vondur vegur. En nýja samgönguáætlun gerir ráð fyrir að þetta verði komið í lag fyrir 2030. Fólk er mjög bjartsýnt. Allt að gerast. En þessi samgöngumál eru líka svo mikilvæg upp á bara að tengja saman landin og í aftur hugsa börn og ungmenni. Framboð fyrir börn og ungmenni af alls konar menningatengdum viðburðum til dæmis. Samgöngur hafa það rosalega mikil áhrif en hversu mikið börnin okkar sem búum annars staðar en höfuðborgarsvæðinu komast með í fullt spennandi sem í gangi og hversu mikið þeim stendur til boða hér það það koma alls konar leiksýningar og tónleikar og hitt og þetta út á land og tónlistafólk að fara hringferðir skilja og spila út allt en það ekki rosalega mikið af barnamenningatengdum hlutum sem að fara á flakkum landið. Jú, það er leikópurinn Lotta til dæmis og hugsanlega eitthvað annað. En allar samgöngur hjálpa líka til við allt svona. Við tala ekki við vorum myndust aðeins á hérna með niðurgreiðslu á samgöngum, strætó niðurgreiddur en ekki flug og jú, umhverfissjónarmið og allt svoleiðis.
En krakkarnir á höfuðborgarsvæðinu hafa gríðarlega flott aðgengi að fullt af fyrirmyndum í sínu lífi. Hvort sem það íþróttafólk eða tónlistafólk eða leikarar eða eitthvað slíkt sem hafa rosalega áhrif, hvetjandi jákvæð áhrif á krakkarna. En það væri svo frábært ef við næðum svona meira af þessu flæði út landið til þess að jafna líka svolítið þennan mun barna og unglinga. Já, þá veltum líka fyrir sér, ég meina samgöngunar eru eitt, tæknin er annað. Klárlega, ef þú ert í 5 búaðarstaðaskóla og ert eitt af 3 börnum, kannski eina barni í árganginum, að það eru fullt af krökkum á landinu sem eru kannski í svipaðri stöðu. Er ekki hægt að nota tæknina til þess að búa að þau fái stuðning hvert af öðru og það er enda gaman að skuli nefna tæknina af því að maður hefur rekið sér svolítið á það undanfarin ár að fólk einmitt sem býr á þessum stöðum, segjum Austfirðir, Vestfirðir, Norðurland, er orðið býsna duglegt við að nýta tæknina en lendir dálítið oft á vegg hjá þeim á höfuðborgarsvæðinu sem ekki eins vanir að nýta tæknina. Það hefur mjög oft gerst að það við hittust ekki bara hérna í þessum fjárfundi eða svona eða nýtum þessa tækni eða hina og þá kemur alltaf dálítið oft hérna bara hvernig gerum maður það, ég kann ekki þetta virkar ekki eða þú veist og þannig að þetta er líka eitthvað sem við gætum algjörlega hjálpa á stað við að laga þannig að það er þetta auka samskipti í gegnum tækni. Það með þessi góðum hugmynd að hvort að við bara sem samfélag ættum að setja upp fjarfundar herbyggi á höfuðborgarsvæðinu. Já, einmitt. Og þegar embættismenn segja fjárbúnaðar, já ég við séum með eitthvað svoleiðis getur ekki bara flogið að þá sé bara, já þú bara mætir þarna klukkan 10. Þetta getur tengst hugmyndunum það Akureyri er eitthvað sendir á í Reykjavík. Já.